Já, góðan daginn, það var bæjarstjórnarfundur 3519 settur. Við ætlum að bjóða innilega velkomin Ingveldi Sigurðardóttir sem fyrsta bæjarstjórnarfund. Bæjarstjórnarfundurinn er í 5 liðum. Fyrsti liður er Dvergaholt 5, 7 og 9, umsókn breyting og deiluskipulagi. Og það er bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir sem biður orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja vanhæfi mitt í þessu máli þar sem að við hjónin eigum lóð í hverfinu og þetta er grenndarkynnt fyrir okkur ef til samþykktar kæmi. Takk fyrir. Þá Er það upp? Hvort það? Hvað sér? Já. Þau sem að samþykkja vanhæfið. Samþykkt með 10 umlega atkvæðum. Hún líka með 11 samhljóða atkvæðum. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er komin á dagskrá 5. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 9. nóvember síðastliðnum. Þar sem tekið var fyrir erindi þar sem Haraldur Sigmar Árnason fyrir hönd Tréverks EHF sækir breytingu á deiluskipulagi fyrir lóð númer 5, 7 og 9 við Dvergaholt. Meðfylgjandi fundagátt er greinagerð og uppdráttur. Hallbjörg Reynisdóttir bar upp vanhæfi við afgreiðslu málsins sem lóðarhafi Hulduholts númer 29 og var það samþykkt. Hún vék af fundi skipulagsráðs undir umræðu og við afgreiðslu máls líkt og hún gerir nú. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki að gerð verði breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 og breyting á deiluskipulagi Holtahverfis norður til samræmis við erindið, sem snýr að því að bæta við einni indreginni hæð. Skipulagsráð telur að sérstakar ástæður þurfi að vera fyrir hendi til að samþykkja breytingu á nýsamþykktu deiluskipulagi. Skipulagsráð telur þó að slíkar aðstæður séu fyrir hendi nú í ljósi landfræðilega legu umræddra lóðar sem staðsett er ofan í hvilft. Skipulagsfulltrúa var falið að láta vinna lýsingu og breytingu á aðalskipulagi og hún liggur nú fyrir bæjarstjórn. Tillaga skipulagsráðs er hér komin til umræðu og afgreiðslu. Orðið er laust. Það er fyrir Hilda Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi koma hérna upp og gera grein fyrir atkvæði mínu, ekki síst í því ljósi að ég siti í skipulagsráði og samþykkti þetta á þeim fundi. Mér hefur hins vegar snúist hugur og ég vil aðeins útskýra það nánar. Þegar við tókum máli fyrir þá var einmitt eins og segir í bókun skipulagsráðs verið að horfa svolítið til þessara landfræðilegu legu þessa tiltekna hús ofan í þessari hvilft og fannst mér þá eins og að það myndi ekki hafa mikil áhrif þar af leiðandi á svæði í heild sinni en í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 4 hæðum almennt. Hins vegar fór ég á staðinn og sá þetta í rauninni bara betur og upplifa að ég hafi gert mistök með að samþykkja það því að þetta mun að mínu mati eftir nánari skoðun hafa einmitt áhrif á heildar ásýnd svæðisins og töluvert meira heldur en að ég áttaði mig á þeim tíma. Þannig að ég mun greiða atkvæði gegn þessari tillögu hér í dag og til að við ættum að halda okkur við aðalskipulagið eins og áður segir sem að gerir ráð fyrir þessum 4 hæðum og umrædd hvilft sé ekki nægilega mikil sérstaða fólkin í henni til þess að veita þá undan þá. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúi Hildu Gísladóttir fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sunna Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Skipulagsráð síðasta kjörtímabils talaði fyrir því að leyfi ekki verulega breytingar á skipulagi við fyrstu úthlutun í Holtahverfi og reyna þannig að vinda ofan á ákveðinni hefð sem hefur myndast við uppbyggingu nýrra hverfa. Auðvitað er nýtt skipulagsráð ekkert bundin þessari umræðu fyrra skipulagsráðs en ég held að sé samt ágætt að við reynum að mynda okkur einhverja stefnu.
Hingað til hefur þessari stefnu fyrir skipulagsráðs verið haldið í Holtahverfi nema með óverulegum breytingum sem hafa ekki áhrif á nánasta umhverfi og stærri og viðameiri breytingum hafnað. Ég hafna því þessari umsóknum breytingu á skipulagi. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Lín Jónsdóttur fyrir, orðið laust. Já, bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þar sem að kannski gæti verið breytingar á afstöðu bæjarstjórnar er þá spurning að bóka málið og bóka jafnvel að bæjarstjórn hafni því að gerði verið breytingar á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 og deiliskipulagi Holtahverfis norður til samræmis við erindið. En samkvæmt gildandi skipulagi hámarkshæð fjölbýlishúsa á svæðinu 4 hæðir. En samkvæmt erindinu er lagt til að heimilt verði að bæta við 5. hæðinni. Bæjarstjórn telur að aðstæður séu ekki með þeim hætti að þær kalli á breytingu á nýsamþykktu deiliskipulagi. Þakkum bæjarfulltrúa Hildu Einar Gísladóttur fyrir, orðið laust. Berið upp bókunina. Bæjarstjórn hafna því að gerði verið breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 og deiliskipulagi Holtahverfis norður til samræmis við erindið. Samkvæmt gildandi skipulagi er hámarkshæð fjölbýlishúsa á svæðinu 4 hæðir en samkvæmt erindinu er lagt til að heimilt verði að bæta við 5. hæðinni. Bæjarstjórn telur að aðstæður sé ekki með þeim hætti að þær kalli á breytingar á ný samþykktu deiliskipulagi. Þau sem samþykkja þessa höfnun, réttu hönd. Þá var bókunin staðfest með 11 samhljóða atkvæðum. Ég þarf að fara að læra að telja, það eru 9. Ekkert mál, Brynjólfur. Samþykkt með 9 atkvæðum, 1 situr hjá og 1 fjarverandi.